Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og ertu velkomin í þátt númer 84, jú, einmitt 84 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala það að ég aðeins að fara að breyta frá mínum vana, eiginlega vegna þess að ég neyðist til þess. Ég í þeirri stöðu núna að ég næ hreinlega ekki að vinna komandi þætti sem skyldi. Það að segja, á komandi vikum mun ég hafa of lítinn tíma vegna annaðhvort verkefna eða ferðalaga til að geta tekið upp og unnið þátt sem skyldi. Venjulega þá næ ég að taka upp nokkra þætti í einu þegar svoleiðis kemur upp, en það virðist sem svo að mér muni ekki takast það núna. Ég að fara að vinna og ferðast þannig að ég mun eiga einn dag á milli langra ferðalaga og næ þá aðeins að sinna minni venjulegu kennslu sem ég reyni að gera alltaf þegar ég laus, og þá næ ég ekki að koma því fyrir að taka upp þátt og vinna hann eins og ég geri. Ég næ að gera þennan hérna þátt núna vegna þess að ég vaknaður of snemma til að gera þá vinnu sem ég þyrfti að gera. En hún vissulega nokkuð hávær. Þannig hér ég í rauninni að tilkynna ykkur að ég að fara í fyrstu framleiðslu pásuna sem ég hef farið í á þessu 1,5 ári sem ég hef verið að framleiða þessa þætti. Ég sé að ég hef náð að gefa út þátt í hverri einustu viku upp að þessu. Þannig þetta nokkuð mikið minnstur brot. Það að segja, ég að fara frá því sem ég búinn að skapa sem minnstur. Ég orðinn vanur því og þá væntanlega þið eruð orðið vön því að það komi út einn þáttur á viku. En ég ætla að nýta þessa eiginlegu krísum mína til að prófa að sjá hvað gerist ef ég dreg mig aðeins í hlé. Til að hleypa ykkur inn á aðra hluta og hluti innan þess sem ég að pæla í, og það sem dregur mig að því að taka þessa ákvörðun frekar en að finna út úr því að gera bara eins og ég hef gert, að það orðin einhver breyting á minnstri hlustana og ég sé ekki alveg hvað veldur því. Mögulega ég farin að ná til færra í gegnum einhverja algoritma, að ég sé ekki lengur jafn spennandi samkvæmt einhverjum kóðum,
eða að mögulega sé heimsmyndin að verða einhver önnur og fólk hefur ekki sama pláss til þess að stunda svona erfiða áhuga hlustun eins og það að hlusta á mig tala. En hvað sem það þá áheyrnin á þessa þætti búin að dvína umtalsvert á síðustu mánuðum og þess vegna dettur mér í hug að sjá hvað gerist þegar ég ekki lengur að gefa út þátt í hreinlega hverri viku. Þetta þýðir alls ekki að ég sé að hætta þessum þáttum. Patreon síðan með uppritununum verður enn uppi og allir þættirnir verða ennþá til á þeim streymisveitum þar sem þeir eru hýstir. Þannig ef þið saknið þess að fá nýjan þátt þá getið þið mögulega prófa það frekar að gera það sem að ég hafði hugsað mér að fólk myndi eða ætti að gera til þess að upplifa eigin árangur og framfarir í málinu. Og það að hlusta aftur á eldra efni, þar að segja hlusta aftur á einhvern þátt sem þið höfðuð hlustað á áður, þegar þið voruð styttra komin í málinu og að læra málið. Og fá kannski að finna fyrir því að þið skiljið mun meir og þið skiljið mun betur en þið höfðuð gert áður. Það líklegra en ekki að þið fáið að finna fyrir því að þið eruð orðin betri. Þetta orðið ykkur léttara. Þið skiljið málið betur heldur en þið gerðuð þá. Fyrir þau ykkar sem að hafa verið að hlusta á mig síðan ég veit ekki hvað, september 2025, ef við segjum það, og þú hlustaðir fyrst á þáttinn sem var trú á Íslandi, ef það var mögulega eitthvað af því fyrsta sem þú heyrðir, að þá gætirðu prófað að hlusta á þann þátt aftur og finna fyrir því að þú þekkir fleiri orð sem ég nota og kasta inn í málið mitt og í það sem ég segi. En þú finnur líka fyrir því að þarna eru kannski orð sem að þú veist núna að eru stafsett á þann máta sem þú veist að þau eru stafsett. Að því núna ertu búin að læra það, en þegar þú heyrðir það fyrst þarna, þá hélstu að það væri skrifað öðruvísi vegna þess hvernig orðið hljómaði. Og þú ert örugglega orðin betri í að vita hvernig setningar eru settar saman og hvernig þær eru tengdar saman. Að þér finnst orðið mjög sjálfsagt að einhver setning byrji á að eða þannig að eða og svo og fullt af þessum hljóðum sem að ég segi allt of hratt til að orðið skiljist. Því þegar ég gleymi mér þá ég næstum því ekki að segja orð, heldur bara hljóð sem þýða tengingu á milli orða eða setninga. Þannig þið ykkar sem eruð að gera eins mikið og þið getið til þess að halda áfram að læra málið, ættuð mögulega að prófa þetta.
að fara aftur tilbaka frekar en að bíða nýs efnis. Nú ég ekki í sambandi við mörg ykkar, þannig ég veit ekki hvort að séu einhverjir virkilega dyggir aðdáendur þessa þátta, nema þau ykkar sem að hafa verið að læra hjá mér. Þannig ég hef ekki beint tilfinningu fyrir því hversu sárt mín verður saknað á þessu millibili og þessu tímabili þar sem ég ekki að gefa út þátt í hverri viku. En þau ykkar sem að munið af einhverjum ástæðum sakna mín allt of mikið, þá auðvitað hægt að koma til mín í enga tíma í gegnum kennslusíðuna italki sem ég hef verið að starfa hjá samhliða framleiðslu þessara þátta. Ég hef svo sem ekki margt fleira að segja, þannig ég held bara hreinlega að ég hafi þetta ekki lengra. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.